Lítið sem ekkert framboð á litlum ódýrum íbúðum í Reykjavík. Ástandið bitnar helst á ungu fólki með takmarkaða kaupgetu. En svo þetta, formaður félags fasteignasala segir að nánast ekkert framboð sé af litlum íbúðum undir 30 milljónum á höfuðborgarsvæðinu. Dæmi séu að ungt fólk leiti til Akraness eða Hveragerðis vegna fárra valkosta í Reykjavík. Ástandið komið þó til með að lagast þegar líður á árið. En Ásgeir Erlendsson veit meira um þetta. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað 15% á liðnu ári og 70% á síðustu 6 árum. Greiningaraðilar spá enn frekari hækkunum á fasteignamarkaðinum og Kjartan Hallgeirsson, formaður félags fasteignasala, segir skort á litlum íbúðum vera óvenju mikinn þessar mundir og nánast ekkert sé til af íbúðum sem kosti undir 30 milljónum. Fjöldi íbúða á öllu höfuðborgarsvæðinu sem eru undir 90 fermetrum og kosta 40 milljónir eða minna eru einungis í kringum 120. Eins og staðin í dag þá mikill skortur á litlum íbúðum. Það er ekkert verið byggt að litlum íbúðum í langan tíma og samkeppnin litlu íbúðina hefur verið úr ýmsum áttum. Það er að kaupa íbúðir, útleigu íbúðir sem fjárfestingu og síðan sjálfsögður unga fólki komið inn á markaðinn og þetta eru þær íbúðir sem unga fólki hefur efnað að kaupa. Dæmi séu að ungt fólk af höfuðborgarsvæðinu hafi leitað á Akraness eða í Hveragerði fyrir fyrstu íbúðakaup vegna fárra valkosta í og við Reykjavík. Það er ekki óeðlileg þróun að fólk leiti í húsnæði sem er á öðru verði sem ræður betur við og inn í kannski samfélög sem eru bara mjög vel í sveit sett varðandi svona innri strúktúr, þannig að það er ekkert óeðlilegt það. Þrátt fyrir lítið framboð af smærri íbúðum nú í upphafi ársins er gert ráð fyrir að ástandið lægist þegar nýbyggingar koma í sölu á höfuðborgarsvæðinu seinna á árinu. Svona mitt og seinni hluta þessa árs munum við sjá mikla breytingu og það eru mörg verkefni í gangi sem munu skila sér á næstu 1-2 árum. Þannig að ég hef ekkert stórkostlegar áhyggjur af þróuninni. Gert er ráð fyrir að hótelherbergjum í Reykjavík fjölgi helming á næstu 2-4 árum. Tæplega 2400 herbergi eru í byggingu eða í þróun í höfuðborginni. 7500 hótelherbergi verða í Reykjavík innan fárra ára, samkvæmt tölum frá Reykjavíkurborg. Það er helmingsfjölgun herbergja frá því sem nú er. Ferðamönnum sem koma hingað til lands hefur stöðugt farið fjölgandi undanfarin ár. Samhliða þeirri fjölgun hefur hótelherbergjum á höfuðborgarsvæðinu einnig fjölgað og ekkert lát virðist vera á þeirri þróun. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg eru tæplega 5000 hótelherbergi í höfuðborginni. Næstu 2-4 árin er gert ráð fyrir að þeim fjölgi 2400 eða það bil helming. Hótelherbergin þau eru aðeins eftir á fjölgunni. Þú ert miklu fljótar að bóka nýja flugvél og byrja á nýjan legg. Þannig að ferðamönnum fjölga miklu hraðar heldur en hótelherbergjum og við sjáum það í því að nýtingin á herbergjum hefur verið að aukast ár frá ári. Þannig að í raun og veru þá erum við ekki að byggja herbergin jafn hratt og ferðamennir eru að koma. Þannig að ef það er ekkert byggt þá er komin náttúrulega stoppari á fjölgun ferðamanna á landinu. En hvar verða öll þessi hótel? Lítum á hótel sem annaðhvort er í þróun eða komin á framkvæmdastig. Stærsta hótelið verður á Hlíðarenda en þar er gert ráð fyrir að reisa hótel með 360 herbergjum. Við Grensásveg 1 er svo gert ráð fyrir 350 herbergja hóteli. Þá eru framkvæmdir hafnar við Marriott Edition Reykjavík hótelið við Hörpu. Þar verða 250 herbergi. Framkvæmdir eru einnig hafnar við Icelandair Parlament hótelið sem verður í Landssímahúsinu við Austurvöll. Þar verða 160 herbergi. Í gamla sjónvarpshúsinu við Laugaveg 176 stendur til að opna hótel með 120 herbergjum og jafnstórt hótel við Suðurlandsbraut 18. Þá eru framkvæmdir hafnar við gamla Íslandsbankahúsið í Lækjargötu en þar verður hótel með 120 herbergjum. Vitað er af 12 öðrum verkefnum sem annaðhvort eru í þróun eða komin á framkvæmdastigi í Reykjavík. Verði þau öll að veruleika fjölgar hótelherbergjum í Reykjavík tæplega 2400 herbergi eða næstum helming. Þá eru ótalin rúmlega 300 herbergi sem eru í bígerð í Hafnarfirði og Kópavogi. Margir svona að segja að sé nóg hótelherbergi, sérstaklega kannski í miðborginni. Hverju svarið þið því? Menn eru svona hafa hóflegar áhyggjur af þessu og þess vegna er búið að setja kvóta í kvosina. Það verði ekki fleiri hótelbyggð heldur en þegar búið að gefa leyfi fyrir. Það er verið að skoða það, teygja það upp eftir Laugaveginum. Hafið ykkur áhyggjur af því að þessi ferðamannabóla springi og þessi hús muni bara standa auð þegar fram líða stundir? Nei, en það sem við erum að horfa á með komandi vöxt er að vera opin fyrir því hvort hluti á honum geti ekki átt sér stað í íbúðum sem, í hótelíbúðum sem gætu þá umbreyst í íbúðir eða kemur bakslag.